En það margt skemmtilegt að vera í dag og við ætlum að forvitnast örlítið einn af viðburðum dagsins í dag. En það kannski bara tilvalinn dagur í dag fyrir fjallgöngu. Frábært veður og gæti ekki verið svona betri kjöraðstæði til þess. En það eru tónleikar upp á Esju núna síðdegis í dag, svona nær kvöldmatarréttinu. Við ætlum að fá að forvitnast örlítið þessa tónleika en hann á línunni hjá mér Magnús Árnason sem markaðsstjóri hjá Nóa. Góðan blessaðan daginn. Góðan daginn. Þetta eiginlega bara að vera svona árviss viðburður að halda tónleika þarna uppi. Já, þetta ekki verið hefð, þetta komið í 4. sinn. Jú, ég held það. Ég held það sko. En það eru náttúrulega skemmtilegi tónlistamenn sem hafa verið að taka þátt í þessu með ykkur og þið hafið svona tekið svona, hvað maður að segja, ef ekki að segja bara svona rjóman af þessu öllu saman. Jú, ég held að við verðum rétt svona með að því að vera með svona heitustu sumar hetjurnar okkar á hverju ári. Já. Og núna ætlaðum við að vera með flott line-up og hún DJ Þuraskín ætlar svona að halda utan prógrammið og opna fyrir kvöldið áður en að Úlfur Aron Kahn og MC Gauti taka við. Já. Og mæta svona á hálftíma fresti frá klukkan tónleikar byrja 6:30 og verða til 9 í kvöld. Já, akkurat. Og svo náttúrulega skemmtilegt líka að hluti af þessum tónlistamönnum að fara að spila hérna á Kótalettinu hjá okkur á Selfossi bæði í kvöld og morgun. Já, spurning hvort þetta ekki bara skuttlaðan beint á þyrlunni. Jú, hvernig væri það? Það eru upp á Esjuna í kvöld fyrir þá sem að frestir til ekki til þess að labba. Það væri nú alveg smá kúl sko. Það væri svona stílið við því. Nákvæmlega. En svona fyrir fólk sem ætlar að labba, hvenær svona heppilegast fyrir svona venjulega manneskju að leggja af stað upp og það ná upp fyrir 6:30? Já, sko, nú byrja svona lætin svona 6:30 í kvöld, en það þýðir ekki að það sé oft að mæta eftir það. Við erum þarna í allt kvöld og fólk getur valið sér eftir dagskránni hvað fólk vil sjá, hoppað til styttri tíma eða lengri. Já. En það svona kannski varlegt að áætla svona klukkutíma göngu upp eftir. Við erum svona rétt neðan við stein sem að kannski flestir þekkja hvað Já. Og svo fer það nú svolítið eftir lappalengd, fyrir stutta lappir þá kannski verið gott að gera ráð fyrir 1,5 tíma til þess að koma sér upp. En svo nú bara svolítið gaman að segja frá því að við erum með FM-senda alla leiðina niður, þannig að það hægt að njóta tónlistarinnar á leiðinu upp, þannig að það alveg hægt að njóta þess og að taka þess tíma að koma sér upp eftir. Já, skemmtilegt. Og já, svo náttúrulega fyrir þá sem að vilja ekki labba, þá hægt að bara leiða sér ferð bara með þyrlu og taka þetta með trompi. Já, það hægt að kaupa dagarferðir upp og niður og þá þetta bæði og þannig að ef fólk vil taka krostöðarflettingu upp en láta skuttla sér niður til þess að nýta útsýnið og prófa þyrlu kannski fyrir þá sem ekki að prófa það, þá þetta tilvalið tæki fyrir þess. Já, nákvæmlega. Laumaði að þeir sem að borga með auður geta fengið 1000 króna afslátt og borga þá bara 5.500 krónur fyrir ferðina. Já, það reyndar mjög fáið með eftir. Það er búið að mikil ásögn í þetta, en við erum með 2 þyrlur sem að fara upp og niður í allt. Já, nákvæmlega. En annars svona ókeypis aðgangur þarna uppi, þannig að þetta nú bara spurningum að nýta sér það að næla sér í smá líkamsrækt og hlusta góða tónlist. Þetta frábær samsetning bara af útiveru og félagskap og góðri músík og bara sumarfíling með Nóa. Algjörlega. Kærar þakkir fyrir þetta og bara góð skemmtun á tónleikunum. Ætlar þú að labba sjálfur upp? Ég ætla sjálfsögðu að labba upp. Jæja, það gott mál. Heldum þyrlusætturum eftir fyrir viðskiptavinni og tækin sem að þarf að ferja upp og niður líka með þessu tækin. Jú, nákvæmlega. Það kannski ómikið tilætlast að ferja það upp fótgangandi. Til svolítið mikið sætlast, já. Ég hugsa það. En Magnús, gaman að heyra í þér og ég segi bara góð skemmtun til ykkar því fáið frábært viður þetta. Heldur betur, kæra takk. Sömuleiðis. Já, bless.